Hér á Akureyrarflugvelli ríkir mikil gleði. Klukkan reyndar ekki nema rétt rúmlega 4 og gleðin stafar af því að héðan að fara fyrsta beina áætlunarflugi til Keflavíkurflugvallar. Skulum taka nokkra góða gesti í tali. Segðu mér, var þetta rétti tímapunkturinn að hefja þetta flug? Já, við teljum svo vera. Það sem við erum að gera núna með þessu heilsársflugi, sem í fyrsta skipti sem við gerum það, að leggja mestu áherslu á veturna. Og við leggjum núna stað í lok febrúar með flug 6 sinnum í viku milli Akureyrar og Keflavíkur og ástæðan fyrir því að við leggjum mest áherslu á veturnar í fyrsta lagi sú að við teljum að þessi meiri þörf á veturnar út af því að dvalartími erlendra ferðamanna sem við sjáum fyrir okkur að muni verða stór notendahópur í þessu flugi styttri við vetrartímann heldur en á sumrin. Og svo hins vegar það að við leggjum mikla áherslu á að reyna að byggja upp heilsársferðaþjónustu hér fyrir norðan og það eru ennþá vannýtt tækifæri þar. Hér eru hótel og veitingastaðir og annað sem ekki eins vel nýtt eins og á suðvesturhorninu og við sjáum fyrir okkur að geta náð fleiri erlendu ferðamönnum hingað norður með þessu flugi. Hvernig verður fyrirkomulagið? Verður flogið daglega á milli? Nei, þetta 6 sinnum í viku, þannig að við erum ekki alla daga, við tengjum inn á 4 flug í viku verðum við með flug sem að tengjast við svokallað Evrópuflug eða semst morgunflug frá Keflavík, þannig að þá erum við svona snemma á ferðinni eins og við erum núna og svo 2 í viku erum við þá að tengja við Ameríku brottfarir, þannig að þá erum við að fara í tengslum við seinni parts brottfarir frá Keflavík. Hvaða væntingar gerir ykkur nýtinguna? Við gerum okkur ljóst að þetta gífurlega mikið sætaframbúð að leggja af stað svona 6 sinnum í viku þannig að við gerum ekki ráð fyrir að þetta verði allt fullt frá fyrsta degi en við sjáum mjög góðar viðtökur við þessu, bókanir koma mjög mikið inn og við erum að sjá núna þegar við erum að hefja flugið þá svona fram í tíman erum við með tæplega 3000 bókanir í þetta flug þannig að það bara vel ásættanlegt finnst okkur með það að vera að hefja þetta. En það eingöngu þeir sem að ferðast með Icelandair sem að geta nýtt sér þessa þjónustu? Nei, það það sem líka nýtt í þessu að með góðu samstarfi við Isavia og höfum við náð að setja upp fyrirkomulag þannig að það geta allir farþegar sem á leið í eða úr millilandaflugi nýtt sér þessa þjónustu og hér búið að setja upp hér á Akureyrarflugvelli líka sjálfsafgreiðslustöðvar til að innýta sig á flug með öðrum flugfélögum. Við höfum samkomulag við Icelandair að það hægt að innýta sig alla leið beint í báðar áttir með þeim. Við erum að vinna í samningum við fleiri flugfélög en síðan það sum flugfélög sem gera ekki slíka samninga þannig að þá þarf farþegi að ná í farangurinn sinn í Keflavík en innrita sig þá í komusalnum þar eða það sem að næri í töskuna sína áður en að fyrir gegnum tollinn þá innritar hann sig aftur inn í flug til Akureyrar og fer aftur upp í biðsal og fer síðan í flug hingað norður og tollafgreiðsla og annað slíkt á sig síðan stað hér á Akureyri. Þannig að þetta millilandaflug getum við sagt frá Keflavík til Akureyrar þannig að tollafgreiðsla fer fram hér. Heldurðu að margir eigi eftir að nýta sér? Svo sannarlega og ég vona að menn átti sig á því að hvað góð og mikilvæg þjónusta fyrir okkur. Þannig að við erum auðvitað að sjá til hvernig þetta þróast en mjög mikilvægt held ég og ég heyri ekki betur að menn séu tilbúnir í þetta. Það búið að prófa þetta áður og það gekk svolítið brösulega en menn eru ofboðslega jákvæðir og tilbúnir til þess að vera með og ég bara skora á þessu að nýta sér þetta. Hvað heldur þú sé, hver breytingin, af hverju heldur þetta ætti að geta gengið núna, frekar? Við vorum að tala þetta áðan að ég held að fólk sé bara orðið svona vanarði og viljugra til þess að taka svona tengiflug. Fólk bara ferðast svo mikið að þess vegna sé það svona móttækilegra fyrir þessu í dag. Auðvitað ferðumst við mikið hérna áður en við þekkjum þetta orðið miklu betur í dag að vera í tengiflug í útlöndum. Þannig að ég held að fólk sé bara miklu móttækilegra fyrir svona í dag og viljugra, við vitum það að við viljum að sjálfsögðu ná beinu flugi hér á milli beint til útlanda og við Akureyri en þetta svona fyrsta skrefið líka kannski í því að fá viðurkenningu á því að við séum komin í svona beint millilandaflug þó við séum að taka það í gegnum Keflavík. Þið eru að fara lengra heldur en bara til Keflavíkur. Hvert ferðinni heitið? Herður, við erum að fara til Arlanda í Svíþjóð, Stokkhólmur og heimsækja vinnufélag okkar, kíkja á starfsstöðu okkar í Svíþjóð, stefnu, umbúnaðarhús.
Þurftuð þið að hugsa ykkur lengi þegar þetta var í boði? Nei, þetta lá svona nokkuð vel við. Svona auðveldar mjög mikið okkar ferðir svona, og samskipti við starfsmanninn okkar úti. Já. Hverju breytir þetta helst? Fyrir fyrirtæki eins og ykkar sem eru í miklu samskiptum við annað fólk. Já, þetta allan að stytta leiðir okkar á markaðinum og eru auðveldara fyrir okkur að heimsækja bæði starfstöð okkar úti og líka að sækja á Norðurlöndi bara og önnur lönd. Hvað styttir þetta í tíma? Þetta fyrst og fremst auðveldar þetta náttúrulega líka. Það er þægilegt að eiga stutt heim þegar maður kemur tilbaka líka, þannig að þetta kannski þetta flækjustig með morgunflug í Reykjavík, það kallar alltaf á gistingu fyrir sunnan og þannig að þetta getur stytt töluvert. En þetta ekki hagræðing í rekstri líka? Jú, þetta umtalsvert ódýrara heldur en þurfa að senda fólk deginum áður. Við komum bara strax á mánudeginum og getum bara nánast lent í vinnu. Þannig að það er bara frábært. Þannig að nú eru Akureyringar að vakna á sama tíma bara Reykvíkingar og fara í flug? Já, þetta er einmitt máli og þetta er það sem maður er búinn að bíða eftir. Þetta skiptir bara öllu máli fyrir svæði eins og Akureyri, að fá svona. Og mjög bara hagkvæmum og góðum prís. Ertu búinn að bíða lengi eftir þessum degi? Já, það er óhætt að segja það. Þetta er bara frábær dagur, mikill gleðidagur fyrir okkur að fá þetta tengiflug til Keflavíkur. Þetta áttir að breyta mjög miklu fyrir ferðaþjónustuna hérna á Norðurlandi og Austurlandi. Að bara geta komið hérna, farið svona bara í einfalda innritun og verið síðan bara komin á stað út í heim. Og það eru mjög jákvæðar viðtökur sem við heyrum við þessu flugi, bæði hérna meðal heimamanna og meðal erlendra aðila. Og kannski í hina áttina, heldur að ferðamannastraumur aukist? Já, það er nú tilgangurinn með þessu, að fá fleiri ferðamenn inn á svæði. Og það sem er svo frábært við þetta flug er að þeir eru að leggja svona mikla áherslu á veturinn. Það er þá sem að ferðamennir eiga svolítið erfitt með að komast til okkar vegna samgangna. Þannig að þetta áttur að skila okkur mjög miklu. Ég meina við erum að fá bara, getum verið að fá hundruð ferðamanna í hverju viku gegnum þetta flug. Og þeir sem eru að fljúga beint til Akureyrar, það er alveg vitað að þeir dvelja miklu lengur heldur en þeir sem eru að koma annar staðar frá. Þannig að við getum verið að búast við mikill aukningu á gistinóttum og sem þýðir þá líka að ferðamenn eru að ferðast víðar Norðurland, fara víðar svæði og kaupa meiri þjónustu. Þannig að þetta er bara frábært skref, mjög ánægð með þetta.